eins og hún Siri kom inn á þá eru við hjá Byggðastofnun að vinna í verkefni sem heitir Interface eða Innovation and Entrepreneurship for Fragile Communities in Europe. Eða á íslensku myndi þetta kannski þýðast sem nýsköpun og frumkvöðlastarf í brothættum byggðarlögum í Evrópu. En þetta sem sagt, við vorum með lokaráðstefnu verkefnisins í sumar og fengum hana Ásthildi Sturludóttur til þess að koma og opna þá ráðstefnu og hún kom með nokkra góða punkta sem ég ætla að leyfa mér að hafa eftir henni. En hún sagði að eitt mikilvægasta mál til þess að styrkja jaðarsamfélög er að auka þekkingu í samfélaginu. Það skiptir máli að auka þekkingu og færni til að takast á við nýja tíma, fjórðu iðnbyltinguna og allar áskoranir sem henni fylgja. Þessi punktur er mjög mikilvægur fyrir okkur sem unnum að þessu interface-verkefni því að verkefni miðar að því að styrkja og mennta og auka færni íbúa í brothættum byggðarlögum til þess að það dreifi út úr sér og þeir aðstoði svo aðra íbúa í sínum samfélögum til þess að vinna að frumkvöðlastarfi. Og í litlum samfélögum eins og við höfum í brothættum byggðarlögum þá skiptir hver einasti maður afskaplega miklu máli. Og Ásthildur segir, verandi íbúi í samfélagi þá skiptir höfuðmáli að taka þátt. Ef þú gera það ekki, hver á þá að gera það? Á ég að gera það? Ef þú vilt leikfélag, skaltu stofna eitt. Ef þú vilt fá listsýningar, skaltu halda þér. Ef þú vilt stuðla að framförum, skaltu taka þátt í bæjarmálum. Að koma málum áfram verður ábyrgð allra, ekki bara þeirra sem stýra. Og þessi punktur er einmitt afskaplega mikilvægur því hver og einn einstaklingur í smærri samfélögum er afskaplega mikilvægur og getur látið margt gott að sér leiða. Og ef þessir einstaklingar eru þjálfaðir og þeir eru menntaðir, þá eru þeir ennþá betur í stakk búnir til þess að gera eitthvað í samfélaginu sínu. En svo kom hún líka á eitt punkt sem er einnig mikilvægur, að atgervisflótti er mikill og vonir og væntingar nútímans eru aðrar en þær voru áður og það allra mikilvægasta fyrir lítil samfélög er menntun, þáttaka og kærleikur gagnvart náunganum. Og þetta get ég heilshugar tekið undir. En þetta Erasmus Plus verkefni, Interface okkar, það er byggt að hluta til á brothættum byggðum. En brothættar byggðir er verkefni sem við höfum verið að vinna að hjá Byggðastofnun síðan 2012 og miðar að því að valdefla samfélög til þess að láta eitthvað gerast í sínu byggðarlagi. Og þetta er það sem við köllum svo sem grasrótarverkefni, þar sem unnið er frá bottom-up approach, þar sem það er á forsendum íbúana sem hlutinni gerast. Það var annað Erasmus Plus verkefni unnið fyrir nokkrum árum og er svo sem kannski aðdragandi interface-verkefnisins sem heitir FIERE, en þá var farið í að greina ákveðna hæfniþætti í minni byggðarlögum, hvaða hæfniþættir eru mikilvægastir fyrir byggðarlögin og svo byggjum við ofan á það í interface-verkefninu. En brothættar byggðir, hver er staðan þar? Og það verður bara satt að segjast að hún er mjög misjöfn eftir byggðarlögum. En það sem þessi byggðarlög eiga oftast sameiginlegt er að það er fámennur hópur sem er virkastur í samfélaginu. Og allir þeir sem hafa búið í eða komið í lítil byggðarlög kannast við það að það er kannski sama manneskja sem sér kaffihúsið og gistiheimilið og hún er líka kannski formaður kvenfélagsins og sér allar jarðarfarir og þetta er eitthvað sem við öll könnumst örugglega vel við. En þessi fámenni hópur þá ef að langur tími líður og þessi hópur nær ekki að virkja aðra í samfélaginu til að taka einnig þátt, þá getur þessi hópur þreyst og það er mjög krefjandi að vera þessi aktífi maur í sínu samfélagi. Þau eru í fjölmörgu verkefnum og ofhlaðni verkefnum. Og þar leiðandi hafa þessir þó kraftmiklu einstaklingar oft lítinn tíma til þess að sinna frumkvöðlastarfi. Annað sem þessi brothættu byggðarlög eiga sameiginlegt er að þau eru oft á þannig stöðum að aðgangur á þjónustu og fjármunum er lakari heldur en víðast annars staðar. Þannig að það er á sig líka ákveðinn markaðsbrestur sem við erum að reyna að koma til móts við.
En í okkar verklagi í brotthættum byggðum þá ráðum við til starfa verkefnisstjóra sem gjarnan búsettur í byggðarlaginu sjálfu, annarkvort þá íbúi sem býr þar nú þegar eða utanaðkomandi sem kemur og flytur á staðinn. Og þeirra helsta hæfni sem þau þurfa að búa yfir það að geta stutt við bakið á íbúunum og svona hvetja þessa frumkvöðla til þess að fylgja sínum hugmyndum eftir. Við erum ekki að ráða verkefnisstjóra til þess að koma og gera allt og sjá allt og koma allir verkefnum á stað. Þá þegar verkefnum lýkur og viðkomandi verkefnisstjóri kannski fer á byggðarlaginu þá þá þetta ekki sjálfbært, þá stendur ekkert eftir. Við viljum að þessi verkefnisstjóri einmitt styðji við íbúana og þetta það sem meðal annars sem við erum búin að þjálfa þessa verkefnisstjóra í gegnum interface verkefnið. Í fjerde verkefninu, þar sem útlæst sem svæðisbundin þróun nýsköpunar og frumkvöðla hugsunar í Evrópu, þá ákveðnir færniþættir greindir sem við sem aðalega verkefnisins telja vera hvað mikilvægast að það kemur að nýsköpun og frumkvöðlastarfi í brotthættum byggðarlögum. En það eru sköpunargáfa, greiningarhæfileikar, útsjónarsemi, leiðtogahæfileikar og segla. Og við gerðum könnun meðal nokkurra brotthættra byggðarlaga í Evrópu, á Íslandi og Grikklandi, Ítalíu, Írlandi og Búlgaríu. Og það var heilt yfir, það var nokkur samstaða að þetta væru allra mikilvægustu færniþættirnir þegar kæmu að því að halda uppi nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi í litlum byggðarlögum. En hér sjáum við samstarfsaðilinn okkar í verkefninu. Byggðastofnun leiðir verkefnið, en hér á Íslandi Háskólinn á Bifröst einnig þátttakandi. Í Gríklandi erum við með Aitoliki sem atvinnuþróunarfélag í vesturhluta Grikklands. Við erum með Sesi á Ítalíu sem þetta menntastofnun sem starfar í rauninni víðsvegar Evrópu en með aðsetur á Sikiley í Ítalíu. Svo erum við með Tóra Consult sem ráðgjafafyrirtæki í Búlgaríu og svo Tipperary County Council sem í rauninni bara svona sveitarfélag á Írlandi. En verkefni hófst þannig að þetta stendur í 2 ár. Þetta hófst 1. september 2017 og lauk nú 31. ágúst 2019. En samkvæmt verkefnisáætluninni þá unnum við í 4 fösum. Fyrst byrjum við ákveðinni gloppugreiningu þar sem við gerðum greiningu á okkar byggðarlögum á okkar svæðum og völdum þannig samstarfsbyggðarlög út frá því hvar þjálfunin gæti helst nýst sem best. Og þarna fór líka einmitt fram rannsóknin á hvaða hæfniþættir gæti helst gagnast í okkar brotthættu byggðarlögum og svo þegar við vorum komið með byggðarlögin okkar þá tók við val á einstaklingum sem gátu og vildu taka þátt í svona tilraunaþjálfun. Næst fórum við að þróa námsáætlun og þetta gerðist í rauninni kannski á svipuðum tíma þar sem við byggðum upp námsáætlun og námsefni á þessum færniþáttum sem við vildum þjálfa upp í byggðarlögunum. Þriðji fasi var svokölluð pröfuþjálfun þar sem allir nemendurnir okkar og hér á Íslandi vorum við svo heppin að við vorum í nánu samstarfi við brothættar byggðir þannig að við vorum nú þegar með 8 verkefnisstjóra í okkar brothættu byggðarlögum sem gátu tekið þátt og að sögn þá voru þau mjög ánægð með þetta. En þarna við hittumst nokkur sinnum bara víðsvegar landið og vorum með vinnustofur, sameiginlega vinnustofur, það voru heimaverkefni, þannig að þetta var í rauninni, bara eins og nám. Seinasti fasin var í rauninni að búa til rafrænan kynningar og samstarfsvettvang þannig að verkefni geti skilið eitthvað eftir sig í framtíðinni. En útkoman og af hverju vorum við að gera þetta, en við vonumst til þess að þetta verkefni og þessi þjálfun sem fólkið fór í gegnum muni skila sterkari einstaklingum í þessum brothættu byggðarlögum og þar að leiðandi auknu frumkvæði í byggðarlögunum. Þannig að þessir aðilar geti líka deilt sinni þekkingu til annarra frumkvöðla í sínum byggðarlögum. Við vonum svo líka að áætlunin, þjálfunaráætlunin og námsefni sem við byggum til nýtist áfram og höfum verið
í samtali við aðila úr menntamálaráðuneytinu hvort að þetta gæti eitthvað nýst sem mögulegt námsefni annarkvort í framhaldsskóla eða háskóla. En það lengri tíma hugsun, en það draumurinn að þetta geti þá nýst áfram. Og þó að það myndi kannski ekki fara þá leið, þá erum við með rafrænan vettvang þar sem hægt að sækja námsefni og við erum að vinna núna, erum að lokametri með að gera það opið og aðgengilegt öllum sem hafa áhuga. Já, þegar við vorum að vinna í gloppugreiningunni, þá kom í ljós að flestir þeir sem höfðu áhuga að taka þátt í interface-verkefninu voru nú þegar búnir að taka þátt í einhverjum aðgerðum til þess að í rauninni bæta samfélagið sitt eða takast á við erfiðar aðstæður í samfélaginu. Þetta voru allt frumkvöðlar, þannig að þetta styrkti líka þá gott okkar að þessir aðilar, þessir frumkvöðlar í samfélaginu eru nú þegar alltaf búin að vera í þessu. Þetta svona þeirra hugsunáttur, þeir vilja gera eitthvað í samfélaginu sitt og þeir gera mikið. En það sem var eitt mjög áhugavert að því að við spurðum út hvaðan frumkvæðið að þessum aðgerðum sem þau tóku þátt í, hvaðan þetta frumkvæðið kom. Og oftast nær þá kom frumkvæðið að aðgerðum fyrir byggðarlögin frá nærsamfélaginu en ekki ríkisvaldinu. En þetta voru sveitarfélögin, þetta voru einkafyrirtæki, sjálfboðaliðasamtök eða þá bara einstaklingur sjálfir. Það var allt þannig, öllum tilvikum í Búlgaríu og Grikklandi, þá var það einstaklingurinn sjálfur sem kom með einhverja aðgerðir, sem var mjög áhugavert. Svona í ljósi þess til dæmis á Íslandi, þá hefur verkefni okkar í brotandi byggðum verið svona, samstarfsverkefni ríkisvaldsins og nærsamfélagsins. En hver svo reynsla okkar verkefnisaðilana eftir þátttöku í þessu verkefni? Eins og ég nefndi áðan, það hafði Ísland ákveðið forskot í verkefninu af því að það voru mikil samlegar áhrif milli interface-verkefnisins og brothættra byggða, þar sem við höfum nú þegar tiltaka verkefnisstjóra sem voru nú þegar í þessum hlutverkum. Þannig að okkar vinna í þessu verkefni studdi mjög vel við þeirra vinnu og við gátum styrkt þau í starfi sem var mjög gott. En önnur lönd sem voru ekki nú þegar með þetta tengslanet fundu fyrir að þau áttu erfitt með að fá fólk til þess að skuldbinda sig til þess að taka þátt í verkefninu því að þetta var verkefni sem sett var upp yfir heilan vetur. Og þetta var auðvitað ólaunað verkefni, þannig að það þurfti mikið að treysta bara á áhuga þáttakandana til þess að taka þátt í þessu. Þrátt fyrir það gekk það vel í Grikklandi og Búlgaríu, þá tókst þeim að klára verkefnið með nægum þáttakendum. Á Írlandi þá þurftu þau að aðlaga sig að aðstæðum. Þá héldu þau í rauninni það sem þau kölluðu masterclass, þá skiptuðu námsefnin upp í nokkra hluta og héldu stök námskeið. En fólk þurfti þó ekki í rauninni að skuldbinda sig til þess að taka þátt í öllu saman. Heldur var hluti sem kom á einn viðburð ekki annan og þau voru oftast nær að sjá nýtt fólk á hverju námskeiði. En þetta líka bara að sýna það að við þurfum að vera sveigjanleg, bæði í allri framsetningu verkefnisins og til þess að aðlaga það að bara þörfum hver staðar. En svo var eitt kannski helsta vandamálið, það var á Ítalíu, það sem Cesi valdi Palermo í Sikiley til þess að vera sitt byggðarlag. En þar þau eru að glíma við annars konar vandamál heldur en við hin löndin þurfum að glíma við. En það er mafíustarfsemi rosalega mikil og það var erfitt að fá fólk til þess að reyna sporna við því. Og við sýndum þeirra aðstöður alltaf bara fulla skilning, en þeim tókst samt sem áður að klára verkefnið bara vel, en þá rauninni það sem þau gerðu var að fá eldri og reyndari aðila í samfélaginu sem höfðu kannski verið virkir áður til þess að taka þátt og eiginlega þjálfa upp yngri og
fólk sem hafði ekki haft þessa reynslu af samfélaginu en höfðu það kannski menntun og færni. Þannig að það var áhugavert hvernig þau náðu einhvern veginn að sameina þetta tvennt. Og einmitt, seinasta aðalvörðun okkar, þessi rafræni samskiptavettvangur sem þau byggu til út í Ítalíu, hann að mestu tilbúinn og hann hægt að nálgast í gegnum heimasíðuna sem interfaceproject.eu og þar eru við með svokallan opin aðgang eða Open Educational Resource, þar sem öll kennslugögnin eru og allt efnið mun vera til staðar þar. Bæði það er samskiptavefur, hægt að hafa samskipti við fólk sem hefur tekið þátt í verkefninu og ég hvet alltaf að kynna sér þetta. Þannig þetta er spennandi heimasíðu. Við hittumst 4 sinnum á verkefnistímabilinu. Við vorum með fyrsta fundir okkar á Grikklandi, þar sem verkefnisaðilar kynntust og lögðu línurnar fyrir verkefnið. Þetta var í byrjun verkefnis árið 2017. Næst var fundur á Írlandi. Þar vorum við í rauninni búin að móta námskrána og vorum að fara yfir námskrána saman og aðlaga hana að ég ætla ekki að segja hverju er landi því að námskráni er sjálfsög svo sama, en þarna var hægt að draga fram áherslur landana. Svo hittust við á Ítalíu, sem var mjög áhugavert og þar fórum við yfir pröfuþjálfunina og svo hittust við hér á Íslandi í sumar til þess að fara yfir verkefnið. Námskráin eins og ég sagði áðan, þá er áherslan stiðið við baki á einstaklingnum í þeirra eigin verkefnum og lausnum með aðferðum markþjálfunar. Námskeiðið byggðist á staðarlótum og heimavinnu og við fengum mjög fína þáttöku á Íslandi eins og ég var búin að koma inn á. En eitt af verkefnum sem nemendurnir okkar þurftu að gera var að skipuleggja íbúafundi í samstarfi við hagaðila og þarna fengum við mjög fína fundi þar sem þessir aðilar tóku frumkvæði að því að til dæmi þá þátttakendur okkar á Borgarfirði Eystri, við vorum með 2 þátttakendur þar, bæði verkefnisstjórn okkar í brotthættum byggðum og 1 íbúa sem var mjög áhugasamur. Þau skipulögðu fund með Heilbrigðisstofnun Austurlands af því að það vantaði frekari heilbrigðisþjónustu og íbúarnir vildu fá hjúkrunarfræðing til starfa og það hafði ekki verið hjúkrunarfræðingur þar í 4 ár og svo núna fyrir nokkrum dögum sá ég auglýsingum að búið að ráða hjúkrunarfræðing til starfa á Borgarfirði Eystri sem var mjög, mjög ánægjulegt. Þetta er einmitt frá einni lotin okkar hér á Íslandi. Hér er námskráin en hana má líka kynna sér á heimasíðunni og ég sé að ég er búin að fara langt fram yfir tíma minn og ég biðst afsökunar á því þannig að ég ætla að fara hrætt í gegnum restina. Hérna er einmitt rafræni samskiptavettvangurinn sem er líka hægt að finna á heimasíðunni. Næsti skref er einmitt að taka saman allar niðurstöðurnar, skrifa skýrslu og svo ákveða hvað við getum gert við þetta í framhaldinu. Takk fyrir!